Jæja, vinir. Mér langar að deila með ykkur lítilli frásögn eða svona vitnisburði af manni sem heitir Míkael. Og þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofunni. Míkael hafði loksins meikað það. Hann var hamingjusamlega giftur og lifði því lífi sem stjórnvöld sögðu að hann ætti að lifa. Drekka og reykja og að kenna í skóla. Engin vandamál, engar áhyggjur, ekkert mál. Heimili Míkaels var í Afríku, í landinu Mósambík. Foreldrar hans hafði verið sjálfsþurftar bændur nálægt Beira, þar sem móðir, faðir og allir bræður hans og systur unnu heima. Hann minnist margra daga þegar hann smalaði nautgripum, mjólkaði geitur, bar vatn úr fjarlægri vatnsholu og uppskar grammeti af litlu lóð fjölskyldunar. Þetta var gott líf, en hann sá enga framtíð í nema hann gæti einhvern veginn farið í skóla. Hann ræddi oft við foreldra sína og bað þá að leyfa sér að fara í kristin grunnskóla í nágrenninu. Þeir féllust á lokum á beiðni hans þrátt fyrir að það væri dýrt val. Míkael vissi að fjölskyldan fórnaði sér til að borga kennsluna sína. Og Míkael var stöðugt að læra og var fljótur að læra. Eftir 6 ár í sóknarskólanum gekk honum svo vel að sóknarpresturinn fékk hann til starfa í prestakalli. Míkael taldi þetta vera gott starf með stöðugar tekjur, svo hann samþykkti það. Eftir útskrift eyddi hann næstum 4 árum í að þjálfa til að þjóna Guði sem klerkur og síðan fylgdu 2 ár í viðbót sem nýliði til að verða prestur. Rétt þegar hann átti að útskrifast og hefja prestferil sinn, tók ný ríkisstjórn við í Mósambík. Ríkisstjórnin lýsti því yfir að trúarbrögð væri ópíum fólksins og lokuðu öllum kirkjónum. Á einni nóttu hafði vandlega skipulögðu lífi Míkaels verið snúið á hvolf. Þar sem engin störf voru lengur fyrir presta, þáði Míkael starfi kennslu í ríkisskóla og komst fljótt að því að hann elskaði að vera kennari. Ég giftist og eignaðist 2 börn, sagði hann. Því miður dóu bæði börnin okkar mjög ung. Og þegar þau dóu, þurftum við að fara oft til galdralæknisins til að komast að því hvers vegna þau hefðu dáið og hverjir hefðu átt sök á dauða þeirra. Dýrafórnirnar sem þarf til að sjá reiði djöflana voru mjög dýrar. Þetta var mjög sár reynsla fyrir mig og mína ungu konu. Allan þennan tíma var Míkael að drekka og reykja og lifði villtu lífi, rétt eins og stjórnvöld sögðu að væri gott að lifa. Dag einn eftir kennslu kom ungu nemandi að skrifborði prófessors Míkael og bað leyfi til að spyrja spurninga. Auðvitað, svaraði prófessorinn. Hver er spurningin? Prófessor, sagði nemandinn og brosti. Hefurðu hugsað þér að hætta að reykja? Spurningin gerði prófessor Míkael reiðan. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess, prófessor, þú væri miklu betri kennari ef þú væri ekki að hósta svona mikið. Prófessor Míkael hló og sendi drenginn í burtu. Nokkrum vikum síðar kom ungi maðurinn að kennaraborðinu aftur. Prófessor, sagði nemandinn, hefurðu hugsað þér að hætta að drekka áfengi? Enn og aftur vakti spurningin prófessor Míkael reiðan. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess að þú ert miklu betri kennari þegar þú ert edrú. Ég vissi að drykkja mín og reykingar voru að eyðileggja heilsu mín og hamingju, en ég vissi ekki hvernig ég ætti að hætta. Svo ég horfði niður á nemandann og sagði, já, getur þú hjálpað mér að hætta? Nei, ég get það ekki, sagði nemandinn. En komdu með mér og ég skal fara með þig til mann sem getur hjálpað þér að breytast. Nemandinn fór með Míkael langt inn í enda bæjarins í pínulítinn kofa og kynnti hann fyrir hinum unga presti 7. dags aðventista sem bjóð þar. Hvað viltu að ég geri fyrir þig, spurði presturinn. Mig langar að hætta að reykja og drekka, svaraði Míkael. Er það allt? Presturinn hló. Við getum séð það strax. Þetta er auðvelt. Komdu inn. Ungi presturinn
Átti engar bækur eða sérstaka drykki eða neitt sem myndi fá mig til að halda að hann væri vitur ráðgjafi sem gæti hjálpa mér að gera hið ómögulega, segir Mikael í frásögninni. Ég spurði bakgrunn hans og hvaða skóla hann hefði gengið í. Maðurinn hló og sagðist bara hafa lokið einhverjum grunnskóla, ekki nærri því eins mikið og ég sjálfur. Ég hló upphátt og taldi mig vera fífl fyrir að trúa því að þessi fáfróða manneskja gæti hjálpa mér. Presturinn bað Mikael að ganga til liðs við sig og mennirnir 2 krupu á gólfið í kofanum. Hann bað fyrir mér, segir Mikael. Þegar bæninu var lokið, sagði hann mér að allar reykingar og drykkjarþrár mínar væri nú horfnar að eilífu. Svo sagði hann mér að setjast niður. Næst kemur erfiði hlutin, sagði ungi presturinn, þegar hann opnaði Biblíuna. Nú þarf ég að kenna þér Jesú. Þrátt fyrir þjálfun sína hafði Mikael aldrei haldið á Biblíu. Næsta klukkutíma sýndi prestur aðventista honum hluti Jesú sem hann hafði aldrei heyrt eða ímyndað sér. Mikael gekk heim síðdegis og gekk fram hjá barnum þar sem hann stoppaði venjulega eftir skóla, en áttaði sig á því að hann hafði enga löngun til að fara inn. Áhugi hans á tóbaki og áfengi hafði sannarlega verið tekið í burt. Heima spurði konan hans hvers vegna hann væri ekki að reykja og svo spurði hún hvort hann vildi drekka fyrir kvöldmatinn. Það var erfitt að segja henni sannleikann vegna þess að ég vissi að hún yrði reið yfir því að ég hefði verið að tala við þessa hræðilegu 7. dags aðventista. Hver fór með þig þangað, spurði hún. Aðventistar eru heimst fólk. Þú mátt aldrei fara þangað aftur. En Mikael hlýddi ekki konunni sinni. Hann laumaðist áfram heim til pressins, lærði Biblíuna með honum og leyfði Guði að breyta lífi sínu. Líf mitt batnaði svo mikið að nokkrum mánuðum síðar spurði kona mín hvers vegna ég væri svona öðruvísi. Þegar ég viðurkenndi að ég væri enn að hitta aðventista prestinn, spurði hún hvort hún mætti koma með. 3 mánuðum síðar voru við hjónin skírð saman á sama hvíldardegi og þetta var besti dagur lífs okkar. Mikael og eiginkona hans urðu sterkir leiðtogar í kirkju sinni á staðnum. Eftir viðbót á þjálfun var Mikael vígður sem prestur 7. dags aðventista og var þar sterkur kirkju og mennta leiðtogi í suðurhluta Afríku. Þegar hann sagði mér þessa sögu, baði ég hann að kynna mig fyrir unga nemandanum sem talaði við hann eftir kennsluna. Fyrirgefðu pastor Dick. Pastor Mikael kinkaði kolli. Þegar ég og kona mín báðum unga prestinn að kynna okkur fyrir nemandanum sem kom með mig heim til sín, virtist hann ruglaður í ríminu. Enginn kom með þig. Þú komst einn, sagði hann. Já, hversu oft skildu englar guðsvinir hafa leitt einstaklinga á rétta braut? Hversu oft hefur það komið fyrir? Og það stendur hérna í Hebreabréfinu, í 1. kaflanum og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundir andar, útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðir eigað erfa. Lof sig Guði fyrir að færa okkur svona slíka engla og anda Guðis að gefa okkur hann.